fundur settur í borgarstjórn. Í dag aukafundur borgarstjórnar Reykjavíkur, þriðjudaginn 13. desember klukkan 17. Og hér eitt mál á dagskrá og það viðauki við samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar vegna fullnaðargreiðsluheimilda barnaverndarþjónustu Reykjavíkur og hér að ræða fyrri umræðu. Vegna breytinga á barnaverndarlögum númer 80/2022 varðandi barnaverndarþjónustu og umdæmisráð barnaverndar sem koma til framkvæmda þann 1. janúar 2023 tekur borgarstjórn til umræðu viðauka við samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar fullnaðarafgreiðslu heimild barnaverndarþjónustu Reykjavíkur. Viðauki þessi fjallar fullnaðarafgreiðslu mála hjá barnaverndarþjónustu Reykjavíkur samanber 3. málsgrein 12. greina barnaverndarlaga númer 80/2002 í samræmi við 2. málsgrein 44. greina sveitarstjórnarlaga framsal sveitarstjórna á valdi til fullnaðarafgreiðslu mála. Og að lokinni umræðu á þessum aukafundi hér í dag í borgarstjórn fer málið til síðari umræðu og endanlegra samþykktar á fundi borgarstjórnar þann 20. desember næstkomandi í samræmi við 14. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Og ég bara þakka borgarstjórn fyrir að koma með svona stuttum fyrirvara. Þið þekkið þetta mál, það verða breytingar á stjórnum barnaverndar frá og með 1. janúar og við urðum því að bregðast hratt og skjótt við þegar það var ljóst að þetta mál þyrfti 2 umræður og 1 viku í milli. Ég ætla að gefa borgarstjóra bara orðið til þess að útskýra svona kannski aðeins og gefa okkur umgjörðina sem að við þekkjum nú mörg. Við verðum með í borgarráði einmitt hluta af þessu máli til afgreiðslu núna á 5. En ég geri síðan bara ráð fyrir því að við afgreiðum þetta mál en ég ætla að gefa borgarstjóra orðið og kannski settir þetta aðeins í samhengi dagur fyrir okkur. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég skal reyna að hafa þetta stutt en leið taka undir þakkir forseta til borgarstjórnar að bregða svona vel við og með stuttum fyrirvara. Reykjavíkurborg hefur allnokkurn skeið verið að undirbúa þær breytingar sem að verða á barnaverndarkerfinu í landinu og var klár í bátana síðastliðið vor að því að gildistakan átti að vera þá en var síðan frestað og þess vegna hefur þetta frestast og það að koma inn núna bæði tillögur skipun í nýtt umdæmisráð en þau verða 3 á landinu, þar af 1 í Reykjavík, þeir borgarráð á 5. og hér erum að fjalla viðauka fullnaðarafgreiðslur. Þetta einn af nokkrum viðaukum fullnaðarafgreiðslur sem að við erum með hjá borginni. Ýmis embætti geta fullnaðarafgreitt mál en þá aðeins að borgarstjórn hafi tryggilega samþykkt í raun að viðkomandi embætti geti gert það. Við gengum út frá því lengi vel að það dygði að fjalla breytingar á þessum samþykktum á einum fundi en vegna umfangsbreytinganna og eftir samráð borgarlögmanns við viðkomandi ráðuneyti sem fer með barnaverndarmál þá þótti tryggilegra að gera þetta í 2 umræðum og þess vegna verið að boða þennan aukafund með þessum stutta fyrirvara því miður þá lágu í raun þessar leiðbeiningar ekki fyrir fyrr og þess vegna vil ég ítreka þakklæti til ykkar. Auðvitað vaknar strax úr spurning í huga fólks af hverju mátti síðar umræðan ekki bíða 1. fundar á nýju ári. Þá því til að svara að barnavernd þarf auðvitað að geta gripið inn í mál til að tryggja heill barna á öllum tíma sólarhrings, alla daga ársins, líka hátíðar og sumir myndu segja sérstaklega hátíðar því að það fylgir hátíðum ýmislegt meðal annars aðstæður sem geta skapa börnum hættu og þess vegna held ég að við förum öll rólegri inn í jólin vitandi það að við séum búin að binda lagalega rétt alla þessa hnúta í 2 umræðum. Ég ætla ekki að dvelja við samþykktina sem slíkar, það eru
býsna líkar því sem að gilti í gamla kerfinu. Ef það vakna einhverja spurninga milli umræðna þá hægt að koma þeim á framfæri og við öflum svara við þeim ef við getum ekki svarað í svona núna í þessari fyrri umræðu. Þakku fyrir. Takk fyrir þetta, borgarstjóri, og það sem enginn hefur óskað eftir að taka til máls, þá ætla forseti bara að bera þennan viðauka hér upp til samþykktar að vísa áfram í aðra umræðu, og þar sem við erum nú á fjarfundi, þá langar mér nú að freista ég þess að bera þetta upp þannig að ef að enginn hreyfir mótmælum, að þá líti ég svo á að viðaukinn sé samþykktur, það er að segja vísunum til seinni umræðu. Og ég fæ bara góð viðbrögð við því, þannig að þá líti ég svo á að þetta sé samþykkt, þessu vísa til seinni umræðu sem verður þá í 20. desember á þriðjudaginn næstkomandi. Og takk fyrir það. Þá er ekkert annað mál á dagskrá. Dagskrá tæmd á þessum aukafundi. Ég vil enn og aftur þakka fyrir að bregðast skjótt við og þakka ekki síst tæknifólkinu okkar líka að bregðast skjótt við. Það skiptir máli að við séum með velvalin einstaklingi í hverju rúmi og það erum við greinilega hér bæði í kjörnum fulltrúum og í starfsfólki, þannig að ég þakka kærlega fyrir og slít fundi. Fundi slitið klukkan 17:11. Kærar þakkir og við sjáumst á þriðjudaginn næsta. Takk fyrir fundinn.